Við höldum áfram hérna í Sonum Egils á sunnudegi og nú ætlum við að ræða væntanlegt formannskjöri í Sjálfstæðisflokknum. Við höfum svo sem ekki boðað neitt frá Snorra Ásmundsinni en samt skekki þessu hjá okkur. Við erum með 2 stuðningsmenn, Guðrún Hafsteinsdóttur og eina stuðningskonu Áslaugar Örnu. Og hérna ég býð ykkur velkomin, það Ásmundur Friðriksson og Jón Kristi Snæ Hólmann hinum megin og nafnið sem var Sandra Hlíf Ókares. En hérna, þú stuðningsmaður Áslaugar Örnu. Jú, ég það. Já, og ok, mikil munur á þeim? Ég náttúrulega bara fagna því að við séum 2 konur í framboði. Ég þekki Guðrúnu reynda líka mjög vel. Bara kynntist henni í vinnuna hjá mér hérna fyrir nokkrum árum og kann bara óbúslega báðar náttúrulega bara flottar og vandaðar konur. Og eins og ég segi, mér finnst bara ótrúlega frábært hvað það mikill áhugi og að það skuli 2 konur stiga fram og bjóða sig fram til formanns. Það svona kvennabylgja. Já. Fyrsta sinn verður kona kjörin formaður Sjálfstæðisflokksins. Já. Það náttúrulega ég útséð að það gæti komið fram fleiri framboð. Það náttúrulega allir í framboð á landsfundi. Það gæti gerst þess vegna bara á landsfundinum, eða ekki? Það ólíklegt. Það allir í kjöri. Það allir í kjöri. Það dæmi þess að einhver hafi búið sig bara framboð var ekki Pétur var búið sig fram bara á fundinum, eða ekki? Þetta blönda held ég að venda á. Já, það gerðist líka á landsfundunum 91, það að vísu. Það var slagur þegar Davíð Oddsson, þá var hann til varaformaður, fór gegn sitjandi Þorsteini Pálssyni. Boðaði bara með rétt rúmlega viku fyrir það? Já, hann gerði það þannig að hann beið eftir að félögin voru búin að velja á landsfund. Þá kom framboð Davíðs fram. Þannig að það varð ekki neitt núningur að slagur. Nei, ég er að tala um landsfunda fulltrúa í aðildarfélaginu. Hann hefur líka metið að svo að hann gæti unnið þetta. Nei, þetta var, ég var nú viðloðandi þessa kosningastjórn og menn sögðu bara, þú bara galinn, við verðum að taka félögin. En þá vildu menn ekki fara í það sem flokkurinn var búin að vera í áratugi, í Gunnarsarmi og í Geirsarmi og það var bitist hvert einasta flokksfélag á landinu, milli Gunnars og Geirsarmsins, til þess að hafa þessi áhrif inn á landsfundi því að það aðildarfélög flokksins sem velja inn á. En það gerði sem sagt 91 að þegar að Davíð, það ljóst að Davíð hann formar Sjálfstæðisflokksins og svona sögulega séð gaman að minnast á það að valdameiri mann hafa mér vantarlega ekki fundið á þeim degi sem Davíð verður síðan forsætisráðherra, þá var hann forsætisráðherra, formaður flokksins og borgarstjóri. Allt í þetta mjög skamman tíma. En þá stíð Davíð upp í pontu og mælti með Friðriki Sófussyni sem varaformanni. Sem sáttargjörð. Og síðan stjórnaði hann svo lengi sem hann vildi. Nei, hann misti nú tökin í lokin. Það var það ekki líka, svo var það nú dæmi það þegar Áslaug Arna var kosin ritari, þá hún bauð sig fram bara á fundinum. Þá var ekki, ég var reyndar ekki á þeim landsfundi, var ekki Gulli í frambúið þá fyrir ritar og vék til hliðar fyrir... Gulli var sitjandi ritari og bara vék fyrir henni. Og vék fyrir henni. Fyrir hverju? Áslaugar Örnu. Eins og sönnum sentinum hann sæmir. Þetta ritara flokkur. Ég var kannski að skemma þetta með því að fara að tala að það gæti komið fram fleiri frambúð en það frekar ólíklegt að það verði líklega munu síð þurfa að velja á milli þessara tveggja. Já, og 2000 manns yfirbót. Já, ég horfði í sjónvarpi á báða fundina, bæði Áslaugu Örnu og í gamla Sjálfstæðissalnum og svo Guðrúnu í salnum í Kópavogi. Já. Og mér finnst að báðar standa sig mjög vel. Það var bara mjög flott hjá hann báðum, ég bara teku undir það. Mér finnst það bara, nú þetta í raun og veru, þetta 3. landsfundurinn sem ég fer á og þetta eru aðra svona formannslagur sem að ég fylgist með. Mér finnst vera einhvern veginn, það náttúrulega öðruvísi bragur yfir þessu heldur en síðast því að þá var það náttúrulega sitjandi formaður sem að var líka að bjóða sig fram. Mér finnst þetta ótrúlega flott hjá þeim og mér finnst þetta sýna líka bara hversu öflugur flokkurinn er. Já. Sko ég held að sé nefnilega mjög mikilvægt fyrir Sjálfstæðisflokkinn að það séu kosningar á landsfundinum. Ég held að það sé það hreyfir í okkur blóðið og við höfum gott af því
og við erum fjöldahreyfing, við þolum það að fólk hafi skipta skoðan í okkar flokki og það hefur margótt komið fram á landsfundum að því að núna erum við ekki að mæta á fyrsta landsfundin okkar sem erum hérna í eldri kantinum. Minn var 83 fyrsti. Já, það vorum við nú búin að vera svolítið lengi í svöndri hérna. Hann bara minnst á mig í Gamla testamentinu. En sko það sem ég vildi nú kannski segja og sem að mér finnst náttúrulega skemmtilegt að núna í fyrsta skiptið sko 2 konur í formannsframboði og það leiðir líka að hugana því hvar Sjálfstæðisflokkurinn hefur staðið í þessum kvennamálum sko. Það er nú lengi vel sem að hallaði svolítið á konur í Sjálfstæðisflokknum. Já, sko, þetta er bara, sko, ef við lítum aðeins bara svona yfir sviðið, ég er nú ekki sagnfræðingur, en sko, Auður Auðurs var nú fyrsti borgarstjórinn og þingmaður Sjálfstæðisflokksins og þessi saga með hvar við höfum gengið svona skrefin og undan öðrum. En byrju Ásmundur, Samfylkingin búin að eiga konu sem formann. Framsóknarflokkurinn á konu sem formann. Ég að segja ekki miðflokkurinn, það kannski þeirra undan honum. En hvar við höfum þó rött brautina og við höfum verið mjög duglegir í því og þess vegna fagnaði náttúrulega sérstaklega 2 konur í framboði núna. Og ég var nú í þingflokknum í 12 ár og þar var alveg vegur kvenna einstaklega stór hluti af þingflokknum. Þær voru kannski þriðjungur í fjöldanum en fengu helminginn af ábyrgðarstöðurum sem var úthlutað. Helminginn af ráðherraembættum voru nú síðast fleiri ráðherrar konur heldur kallar. Þannig að Sjálfstæðisflokkurinn hefur náttúrulega bara staðið sko vörð konur til ábyrgðar og því bara fögnum við. Já. En það er þetta skipt í stefnu flokksins. Höfum bara 2 frábærar konur í framboði núna. Munu sverðin vera slíðuð eða verður bara kannski ekkert notuð? Ég held þetta... Heldur það fara ekki í hörku? En er ekki bara betra þetta séu bara hörku átök og svo sætta menn sér bara við niðurstöðuna? Samkeppni þarf ekki endilega að vera átök. Átök geta verið tvenns konar, jákvæð og neikvæð sko. Og á þessum landsfundi verða náttúrulega átök að því menn að kjósa á milli tveggja mjög fallegra og hæfra einstaklinga. En átökin gætu verið að menn... Þú hefur ekki sagt fallegra ef þetta verið 2 kallar? Jú, algjörlega. Mér fannst til það Skúli Þór og Bjarni Ben afskurfa fallegir menn. En sko, það góða við Sjálfstæðisflokkinn er það að hann getur tekið slaginn og það geta verið hörku átök eins og ég var að nefna áðan milli Gunnars og Geirs. Það voru hörku átök og menn töluðust ekki við en menn komið þó saman fyrir kosningar til þess að berja á kommunum, berja á ykkur sko og tónstíðilega mjög vel og höldum því náttúrulega áfram. Þeir eru vanir helfurólum. Já, en þetta á að vera hugmyndafræðileg átök og svo líka menn og það er kosið þarna ekki bara formann heldur varaformann og ritara og í miðstjórn og menn eru bara að koma á þennan landsfund með þann einbeitta vilja að fara út af þessu landsfundi miklu sterkari og stæðilegri Sjálfstæðisflokkur. Hver er hugmyndafræðilegu munurinn á Áslaugu Örnu og Guðrúnu Hafsteinsdóttur? Ég verð nú að segja að ég sé ekki beinan mikinn hugmyndafræðilegan ágreining þarna á milli. Ég hins vegar sé náttúrulega það er meiningamunur og ástæðan fyrir því að ég kýs Guðrúnu Hafsteinsdóttur er einfaldlega sá að mér finnst hún túlka grunngildi Sjálfstæðisflokksins með sinni persónu, með sinni framkomu betur. Það sko kristni, kirkja, atvinnulíf, lýðræði, þessi lindiseinkunn Sjálfstæðisflokksins sem kemur líka úr reynslu hennar úr atvinnulífinu og úr menningarlífinu. Mér finnst þetta skipta mjög miklu máli en ég sé í henni Áslaugu Örnu alveg fídonskraft og þú veist ef það er hægt að steypa þessum tveimur í einn
formann þá myndið þið bara þurrkast út. Tvíhöfða. Má ég spyrja þig, hver er hugmyndafræðilegu munur á milli þess að tekja? Ég er svo sem tek undir með Jóni Kristni, það er kannski hugmyndafræðilega, ég veit það ekki. En ástæðan fyrir því að ég styð Áslaugu er að eins og Jón bendir á, bara fítonskraftur í henni, hún hefur náttúrulega verið gríðarlega öflug innan flokksins mjög lengi, þrátt fyrir ungan aldur og kemur þarna inn náttúrulega mjög ung sem ritari inn í forustuna. Hún þekkir líka bara gangverk flokksins rosalega vel. Hún hefur mikla reynslu af starfinu innan flokks og það í hlutverki formann skiptir gríðarlega miklu máli. Því það er náttúrulega svo stór hluti af því að vera formaður er líka að skilja innrastarfið og hvernig bara ég hef oft gert grína flóknustu skipulagsreglur á Íslandi eru skipulagsreglur Sjálfstæðisflokksins en bara ég tel að það sé gríðarlega mikill styrkleiki og hún hefur náttúrulega ferðast landið allt þvert bæði sem ritari og þegar hún satt sem ráðherra þá færði hún skrifstofurnar sína þannig hún er náttúrulega miklum tengslum og hefur ræktað allt landið mjög vel. Þannig að ég bara til þetta vera mikinn kost í starf og hlutverk formanns. En Ásmundur, sér þú hugmyndafræðilega því að ég vitna til þess ekkert tíma að það var að ræða þetta að Áslaugu Arna hafi staðið fyrir svona ungliða svona átökum á landsfundi sem beindist meðal annars gegn þér að það hafi verið reynt að púa niður ræður ykkar sem að vildu ræða útlendingamál. Já, sko við getum nú kannski rætt það einhvern tímann að því að þau mál eru ekki sérstaklega til umræðu en ég er algjörlega til að... Þá sagði það fréttir af þessu. Já, algjörlega. Við getum alveg rætt það einhvern tímann. Það sem mér finnst skipta mestu máli hér er að Sjálfstæðisflokkurinn er að fara til landsfundar með 2 frambærilega og frábæra kandidata til formanns. Það er það sem mér finnst standa upp núna í þessar umræðu. Mín skoðan er svo, það sé er kannski ekki grundvallar skoðanar ágreiningur í Sjálfstæðisflokknum, ekki svona leiðir eða stefnur þó að við getum verið svona Það á að vera víður flokkur þannig að það rúmast náttúrulega skoðan ágreiningur. Þegar ég var að þingi með Kristjáni Möller þá sagði ég að það var nú lengi munur á mér og Kristjáni Möller nefnir kannski Evrópusambandi og sem að sagði síðast í kratin á þingi. Já, nei, hann er alls ekki fullt af fínum krötum á þingi. Já, eftir núna en svona eftir hann þegar hann fór þá sögum en nú har fór síðast í kratin. En ég held bara Sjálfstæðisflokkur þurfi á því að halda núna að skipta svolítið bara út liðinu. Ekki bara formanninum, við þurfum bara að skipta út baklandi hans líka. Við þurfum bara að koma að borðinu með nýtt lið. Nýjan formann, nýtt bakland. Hvað er átt að væða þá miðstjórnina eða? Nei, ég er nú bara við að svona bakland forustunar. Við þurfum bara að fá svolítið bara nýja ásýnd á flokkinn. Við erum búin að tapa, ég kom inn á þingið 2013 og hvað voru þá? 21 þingmaður og þegar ég fyrir út að þá erum við komin í niður í 16 eða 15. Og við töpum þingmönnum í hverju einustu kosningu sem vorum í Sjálfstæðisflokkurinn með 14 þingmenn ætti að vera með að við kjörgengi sitt að vera með 12. Þeir græða á því að það voru flokkar sem náðu ekki á þing. Já, ég er bara að segja að við höfum bara sífellt verið að minnka í atkvæðum og erum komin niður fyrir 20%. Og það er náttúrulega bara staða sem við þekkjum ekki sem er búin að vera allan enn tími í flokknum. Og bara einhvern tímann ef einhver hefur sagt manni þetta fyrir einhverjum árum síðan, maður hefði haldið að sá hefði nú... En ég verð samt að segja, þú veist, af því að þetta er líka svolítið, bara svolítið gamli skólinn, því að þegar mér finnst svo áhugavert, oft verið að tala bara þegar Sjálfstæðisflokkurinn var 40%, þá voru 4 flokkar. Þú veist, það þýðir ekkert þetta er ekkert hægt að bera þetta saman, þú ert að dreifa atkvæðum, já, en þú ert samt sem að líka að dreifa atkvæðum á miklu fleiri, miklu færra í boði, þannig að mér finnst það ekkert vera, þú veist, það er líka partur af útskýringunni, að þegar það er bara meiri í boði, þá bara dreifist... Sandra, þú veist að sumir sjálfstæðismönnum þeir þola ekki að heyra þetta, sem að Bjarni var alltaf að segja, að nú er bara breyttur leikur og við verðum bara sagt okkur að við erum 20% flokkur og það voru bara margir sjálfstæðisflokkar bara þoldi
ekki að heyra þetta. Nei, Og segja, okkur við mistum viðreisnar fólki frá okkur, við mistum það eru skýringar á svo öllu og við höfum rætt hérna við þetta borð til dæmis hérna með viðreisn og það, ég er búin að sitja við svona borð af vísu sem var miklu meira hægra megin sem var INN og ég á það var líka blártúkur það já og þingullir fyrir aftan en Sjálfstæðisflokkurinn hann glataði mínu viti og þú talar sakfræðinga og ég er það nú hann glataði þessari Lindisengu sinni sem stétt með stétt hann hætti að tala við þjóðina hann var elitískur hann var þröngur hann var með yfirstéttar áru sem fiskvinnslu konan upp í Æsufelli og tannlæknafrúin í Garðabænum unnu saman í sveitarstjórnum unnu saman í þingkosningum svo hætti flokkurinn hann bara hætti að tala við fólkið hann var orðinn og fínn og ég meina þú veist verkalýðsarmur flokksins gufaði upp við hættum að tala við íþróttahreyfinguna og þetta endurspeglar svolítið í hvaða fólk til dæmis var að veljast inn í sveitarstjórnir og sérstaklega inn í borgarstjórnarhóp Sjálfstæðisflokksins þetta var ekki samhljómur með samfélaginu þetta endurspeglaði ekki það andlitin Sjálfstæðisflokkurinn hefur hann var komið grímu og það er óbáslega mikilvægt að ég sem kjósandi á landsfundinum sem trúnaðarmaður sem er hleypt inn á þessa lýðræðissamkomu segi þetta við þær báðar þetta sem var að og það er þetta sem þið þurfa að laga en það er þín skoðun alveg eins og Gunnar hérna kemur inn og það er náttúrulega mín skoðun hefur bara mér rétt að þér að því ég er að tala sannleikann þetta er nú óttalega hrókafullt ég held að það hefur fullt meiningi þetta er ekki sammála því sem ég sagði nei, ég er ekki sammála ég held að sé ekkit alveg eins og þú sagði sjálf ég held að sé ekkit eitthvað ein skýring á þessu aðrir vilja segja að flokkurinn sé of íhaldsamur og tala ekki við unga fólkið sem er bara frjálslyndara og fylgir ekki nútímanum og þeim breytingum sem að nútíminn hefur fært okkur og bara kynslóðaskiptin þú veist, það er líka önnur gagnrýni því að maður verður líka að horfa til þess nú er ég mikil frelsismanneski og það er ástæðan fyrir því að ég hóf að kjósa Sjálfstæðisflokkin ég hef ekki alltaf kosið Sjálfstæðisflokkin það vitum við já, og það er nú oft bara flott já, er það ekki einmitt flott að fólk finni sína hillu í pólitíkinni eftir því sem það trúir á ekki kannski endilega út frá því hvað það er aðalega upp í þannig að mér finnst það eru bara margar skoðunar á þessu og hver hefur sína skoðunar af hverju staða flokksins er svona en það er ekkert eitt rétt svar í því en það var enginn að segja það við erum báðir kallmenn nei, í kosningunum þá eru tvær konur önnur tapa á endala og hinn sigrar munu allir sættast við í niðurstöðuna strax það er nú þroski Sjálfstæðisflokksins að standa upp á landsfundi og ganga út og það hefur maður bara reynslu fyrir á síðasta fundi þegar við vorum ekki þegar við vorum 40% og 60% lið og ég hef bara margótt sagt að auðvitað þó að þegar menn eru olbúið að sjá fram í lífinu þá tekur það auðvitað eitthvað pláss og svo þarf það að jafna sig kjölfarið þarf svona aðeins að minnka og ég bara geta alveg sagt ykkur það í hreinskilni að aldrei urðuninn væringar á meðal okkar í þingflokksherbygginu yfir þessari niðurstöðu það bara aldrei minnst á það og umræðna sem þar fóru fram og þeir töluðust alveg við þeir hafa alltaf gert það en svo náttúrulega ekkert útilöka að sá sem ekki hlýtur formannstitilinn bjóði sig fram í varaformann svo er það líka en ég vildi bara segja það að þú varst að tala um að við erum aldrei 40% flokkur þó að það sé kannski einhver draumsýn en góðu fréttinnar eru það að við erum 70% hægri menn í landinu það eru svona góðu fréttinnar í stöðunni og það er okkar að sækja það fólk og svolítið vandinn í pólitíkinu á umliðnum árum svona í minni upplifun er auðvitað sá að og eins og við bara þekkjum í þinginu og það er svona einsmálsflokkar sem að koma inn og er að bara berja svona fyrir einhverju einu máli og það fólk eru auðvitað að soga til sín fólk frá okkar flokki og öðrum flokkum eðlilega
að því að hérna, það eru svona lofur sem heilla og loforðapólitíkin heillar. Ásinn, hvaða flokk þetta tala? Nei. Og líka halda áfram þetta á sig. Þeir eru svo Þetta er ekki bara einsmanns flokkur. Þetta er fólki okkar. Þetta er bara flokki okkar. Það er ofboðslega slæmt í lífi í þessum flokksflokkum. Þetta eru sterkir leiðtogar, leið og þeir veðrast í burtu, þá fara flokkarnir. Þetta eru flokkar sem eru við völd, sko. Þeir eru ekki við völd. Nei. Og ég hef líka sagt að Sjálfstæðisflokkurinn hefur akkurat bara ágætt, sko, fer ágætlega á því að eiga bara pólitíska svona hvíldarinnlögn meðan að við mönnum byssurnar og hlöðum þær og púsum svona greiðurnar. En auðvitað á það að vera markmið forystu Sjálfstæðisflokksins að vera 40 pluss flokkur og það er alveg hægt alveg eins og Ásmund sagði. Fylgið að það. Er það verkefni næsta formanns að ná þessu saman? Ég meina þú nefndir Davíð og ég meina var það ekki einhver landsfundi þar sem hann sko næsta verkefni nætur hann fá hérna Albert Guðmundsson fá blóm og það er sama þegar einhvern tíma var Jón Baldvin í hérna formaður í Alþýðuflokknum og hann var að sættast einhverja gamla forystu og ná fólkinu heim aftur. Það kallast á rauðu ljósi. Já, þannig að það er hlutverk komandi hérna formanns, kannski fyrst og fremst að ná fólkinu sem að flúði aftur heim. Sjálfsögðu. Það er svona að komast í stólinn sko á þess að það séu miklu sprenging á rétturum. Verkefni númer 1 hjá nýrri forystu Sjálfstæðisflokksins í samstarfi við félögin Reykjavík er að ná þessari höfuðborg tilbaka. Tilbaka? Já, tilbaka. Það er búið að fara með hana hérna út á sundin og sökkvinni. Jesús almáttur. Og betri skuldastæði hjá Reykjavíkurborg heldur en þar sem að þið farið með völdin í Hafnarfirði og Kópavogi og það er bara ekki rétt. Nei, það er ekki rétt. En ég hef sagt það já, það fer eftir hvernig það er sett fram. Ég þekki nú ekki ásökningar, þeir hljóta bara að tala sínu máli. Ásökningar gera það og lausafjárstaðan. En það er líka sko virðingin fyrir lýðræðinu og vinnubröðin í borginni sem eru fyrir neðan allar hellur. Við getum ekki annað þátt í það. En ég myndi segja að ný forysta, að því það er að koma sko sveitarstjórnarkosningar ári, það er að brýna sig gogginn og fara í það á fullu út um allt land og sérstaklega náttúrulega ná borginni tilbaka. Það er náttúrulega ekki formaður hérna Sjálfstæðisflokksins sem að gera það, en hérna hann leiðir. Já. Hann leiðir. Það er mikið lagt á formannin, hann á að sameina, ná tilbaka, ég veit ekki hvernig það er að fara því. Og líka stækka, hérna, og auðvitað snýst þetta líka um það, hérna, hver er það sem að höfða til fólks, ekki bara en á fólki sem að hefur farið að hætta að kjósa Sjálfstæðisflokkin, heldur líka ákveðna nýliðun, því að það verður líka að verða nýliðun svo að flokkurinn degi ekki bara út, raunverulega. Ég leik mér að því í morgun. Ég held að, fyrir ekki bara að vera bæjarpólitíkin eða sveitarstjórnarmálin, þá held ég sko að því að við hérna 71% sem erum hægri sko. Sko ég er að leggja saman fyrir þig. Ég er komin í 68,9 með því að hafa sko Sjálfstæðisflokkinn, Miðflokkinn, Framsókn, Viðreisn, Flokk Fólksins, allt þarna í þessu hægra mengi þínu. Þannig eru flokkar sem bara vilja alls ekki starfa með ykkur eins og. Nei, sko, nei. Af hverju er þetta eitthvað þitt fólk? Nei, sko, ég hérna þessi 71%. Hún kannski komið íbúar í Reykjavík. Ekki að taka okkur með sósíalista. Íbúar í Reykjavík, sko, þeir óskuðu þess að sko, það var 71% íbúar í Reykjavík sem óskuðu þetta hægri meirihluta núna. Þannig það kannski svolítið tala sem ég er að segja, en breytir því ekki. Að sko í þessum ekki á bylgjunni kosning. Já, þetta er ekkert vísindalega sko. En sko það breytir því ekki að í þessum flokkum sem þú telur upp sko er fólk sem var bara sjálfstæðisfólk. Bara stór hluta. Og ég ger ekkert rosalega mikið greinamun á framsóknarmanni og hægri kratta og sjálfstæðismanni. Ég er nú bara einhvers staðar á þeim væng sjálfur sko. Og ég segi nú bara því að sveitarstjórnarkosningarnar að koma sko að okkur pólitísku máli sem greinir á í landsmálunum sem að flokkur fólksins stendur fyrir sem Viðreisn stendur fyrir og Miðflokkurinn stendur fyrir það er bara ekki það málum inn á málum hérna sveitarstjórnarmála. Þannig að þeir sem hafa áhuga að bjóða sig fram í sveitarstjórnarmálum, þeir þurfa ekki endilega til þessum flokkum. Þeir geta alveg bara verið undir bara sama seglinu
Ég svona aðeins að segja það sko. Það var það að spyrja, ef það hlutverk næsta formanns að ná einhver fólki tilbaka, en ertu ekki líka að tala að Sjálfstæðisflokkur verður þá forystu af þessa hægri vængs, þannig að til dæmis í borginni að það leiðir það til valda, Sjálfstæðisflokk, Miðflokk, Viðreisn og Framsóknarflokkinn. Verður einhvern veginn þannig að fólk vilji vinna með ykkur því það vandamál og fólk vil ekki vinna með ykkur. Það akkúrat vandamál og ég tek bara undir það og ég segi nú sko að því ég var að detta út af þinginu núna að mikið myndi ég nú vilja vera inn á þinginu núna og vera í minnihluta og fá aðeins að slást þarna og svona segja bara maður búin að verða í 12 ár og bara með tusku í munninu að því maður má ekki segja það sem maður langar og þið veit alveg hvernig það er að vera í meirihluta og við erum svolítið svona þar þannig að sko ég segi bara sko þetta núna bara stóra tækifæri Sjálfstæðisflokksins það að skipta forystu og það að fara í sókn spila bara sóknarbolta og einmitt að kalla þessa vin okkar að borðinu og vera þetta leiðtogar hægrisins. Þeir vilja ekki hafa ykkur þar. Þeir gera tilkall þess. En sko hver þessi leiðtogi hægrisins á þinginu núna? Þá döttu 2 flokkar út af þingi og ég heyri það, fulltrúar þeirra hafa sagt í fjölmiðlum, þeir hafa ekki sagt það um mig, ég hef heyrt að segja að það væri ómögulegt að þeir sem duttu út af þinginu hefðu enga málsvara í ræðustólnum og það væri ósanngjarnt að þeir væri ykkur 10% eða 15% af þjóðinni í raun, það ekki enga málsvara. Sama fólk inn í borgarstjórn Reykjavíkur og útilokar þá sem eru 20% fylgi algjörlega frá því að stjórna Reykjavíkurborg og hvers konar málflutningur þetta? Það bara við Alþingishúsið að þá gildir það en þú týnir mig við tjörnina þá gildir það ekki sko. Þannig að við þurfum aðeins en auðvitað að styrkja flokkin en umræðanum getur náttúrulega ekki verið svona skökk sko. Nei. Og við erum alltaf að tapa umræðinu í Sjálfstæðisflokknum. En sko ef við tölum þessa frambjóndur aftur. Þetta snýst náttúrulega líka svolítið og þetta hefur það verið íhaldið og frjálslyndið og þú veist, auðvitað hafa þetta verið af því að við erum með allan skala. Og það er mín skoðun að meira frjálslyndi og bara meira hægri tali muni stækka flokkin. Það er mín skoðun. Kannski passar þetta bara ekkert sama lengur. Einu sinni var út af flokkakerfinu og kosningakerfinu að þá virkaði þetta. En núna er það þannig að ef að fólk vil kaupa beikon og það kaupa beikon og ef vil súkkulaði og kaupa súkkulaði. Það vil ekki kaupa súkkulaði með beikonbragði sem það fyrir að bjóða upp á. Ef fólk vil íhaldsemi og svona þá kýst það bara Miðflokkinn eða við frjálslynd og kýst það bara Viðreisn. Þið sem er að bjóða ykkur fram sem svona við erum eiginlega allt sem að hinir eru en bara aðeins minna magni kannski er það bara ekkert spennandi lengur. Jú, og það mun verða það aftur. Ég hef alveg talað fyrir því að mér hefur fundist við þurfum að vera bara meiri Sjálfstæðisflokkur, bara meira hægri. Hvað er að vera ekki einhverju miðjumóði. Það er ástæðan fyrir ég kaus Sjálfstæðisflokkinu fyrsta skipti, var bara frelsið einstaklingsins, val og bara minni afskipti eins opinber og allt þetta. Allt rétt. Hins vegar er þetta þannig að Sjálfstæðisflokkurinn er breið fylking borgaralegra afla í landinu og hann hefur sérstöðu á hægri vængnum í Skandinavíu og á mörguleiti í Evrópu. Hefur. Og þess vegna er það hlutverk nýs formanns og nýs forystuflokksins að fara þangað aftur. Þú talar beikon og súkkulaði. Það er algjör viðbjóður að borða saman. En Sjálfstæðisflokkurinn er stórvöruverslun þar sem þú getur fengið allt. Sérstaklega meira þess að hvítvin með humrinum. Hvítvin með humrinum, við erum ekkert í því sko. En það sem ég er að segja er það að breiðfylking borgaralega afla á að vera í Sjálfstæðisflokknum og finna sér stað í Sjálfstæðisflokknum. Það er sem ég sagði áðan. Við fórum að leið. Við fórum pínlítið að staðin fyrir að vera sko hagkaup, þá fórum við að vera Tiffany's.
og það býtur róleg þetta svona, akkur erum við í þessum prósentum, akkur erum við með þennan lága þingmannafjölda og það er bara uppgjafatal að sætta sig við það að staðan sé svona, það er uppgjafatal við ætlum að spila sóknarbolta við ætlum að spila sóknarbolta allt of bara þjóna líklega hætta að þjóna svona smerri atvinnureikendum, hætta að þjóna lágstétta fylgi Sjálfstæðisflokksins sem var alltaf kannski bara helmingurinn af fylginu sem bara venjulegt fólk svona, sem bara í sinni lífsbaráttu og launafólk og það var verkalýðsarmur Ellert Schram vék einu af því að það var bara ekki hægt að bjóða fram lista Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík á þess að vera fulltrúi verkalýðsins ég meina það ekki þannig lengur hvað segirðu við þessari gagnrýni að flokkurinn hafi bara orðið allt of mikið svona bara einhver klíka í kringum þá sem að hafa það best í samfélaginu. Já, ég nú bara ekki, það er ekki mín upplifun. Ég er náttúrulega ekki búin að vera síðan 81 eins og þeir. En að við sem einhver Tiffany's samkoma, ég er bara algjörlega ósammála því. Það er ekki mín upplifun, þrátt fyrir að það sé þín upplifun, Jón. Að og þú svona góðlega útskýrir það fyrir mér. En ég upplifði það akkurat öfugt að þarna er öll flóran hvort sem það eru kennarar, lögfræðingar fólk sem vinnur við þjónustustörf ég meina við vorum nú bara á fundi það var fundur málfundafélagi Óði var með fund í síðustu viku ekki, maður er náttúrulega búin að dvelja upp í Valhöll svona mjög mikið núna í kringum alla þessa fundi að troðfullur salur þar sem Bjarni var til viðtals og þar, ég var einmitt bara vinkona mín kom með mér sem nú ekkert mjög virk innan starfsins var náttúrulega að segja henni þetta svo áhugavert hún kom að þarna bara alls konar fólk og bara og hún benti mig á henni þetta svo áhugavert þetta tal einmitt, þetta Tiffany's tal af því að þegar þú horfir á fólki sem mætir á fundi og tekur þátt í starfinu að það er ekkert engin elita þar það bara öfst ég er bara akkur þetta sem að þú ert að spyrja það er svona bara lífs gangur minn í Sjálfstæðisflokknum þegar ég var pegi í Vestmannaeyjum þá voru bara allir peyjarnar á bryggjunni í Sjálfstæðisflokknum þeir voru bara allir í Sjálfstæðisflokknum akkur, jú, það var bara þegar gekk vel og launin hækkuðu og kaupgetan jókst það var svona það sem Sjálfstæðisflokkurinn var að predika og gekk eftir og við vorum bara allir í Sjálfstæðisflokknum núna bara er ekki kjaftur í Sjálfstæðisflokknum á bryggjunni í Vestmannaeyjum Hvað eru þeir? Þeir eru komnir annað vegna þess að þeir eigi ekki heima þarna og það er akkurat það, við þurfum að endurheimta þetta fólk þetta er bara þetta vennilega fólk Þeir eru svona dómar í núverandi fór Við erum búin að vera formaður í 15 ár og þeir eru að tala á þeim tíma þá hafi bara venjulegt fólk farið frá flokknum og stofnað jafnvel aðra flokka eða peyjarnir á bryggjunni, þeir eru bara alls ekki í Sjálfstæðisflokknum. Ég er búin að segja þetta svo oft í þingflokknum og ég er ekki að segja þetta í fiskiti núna Það hefur verið margótt sagt Bjarni hafði lítinn áhuga á ég er bara að segja það að núna þegar Viðreisn fer þá er þið bara vinka það að reyna handa fólkinu en nú er bara tækifæri fyrir okkur í þessum víðsýna flokki sem er allt of fámennur að endurheimta þetta og Guðrún Hafsteinsdóttir er akkurat manneskja sem kemur úr þessu umhverfi ég var svo ungur þegar ég fór kjörnarráðsfundin í Hveragerði og Hafsteinn bauð okkur að skoða þetta nýja fyrirtæki og þá var það ekki rosalega björgulegt að fara út í þennan rekstur í þeirri samkeppni sem hann var við og átti við ofurefli mjólkursamsölur Edja og ekki farið við þá sögu núna en bara úr þessu jarðvegi er frambjóðandi sprottinn og það skiptur þetta bara máli hvaða við komum að því þó við séum sjálfstæðismenn þá erum við ekki öll á sömu línu brennivín í búðir og allt þetta kjafta ég er ekki það til mis en það samt það frelsis en við eigum alveg samleið að því ég þarf ekki til að sammála öllu en það sem mér hefur liðið vel með í Sjálfstæðisflokknum er að ég get bara sagt mína meiningu á þess að þessi lokað á mig það var nú reynt þannig já þar voru átök í flokknum
En að sömuleyti talar Áslaug eins og þú talar þá í dag. Dónaskapur hvernig var komið fram með hann Ásmund. En í sömuleyti þá finnst mér Áslaug tala eins og þú talaði þá. Þannig tala Áslaug í dag. Hún sagði ekkert tímann að nú svona breyttu tímar, að nú hægt að vera hægri maður á þess að verða fyrir ykkur áreiti, maður geti talað útlendingamál í fermingarvistum. Já, nú vilja allir Lilju hvað þið hafi í útlendingamálunum, sko. Allavega þarna nei. En við skulum ekki, það ekki. Þannig að þetta blæbrigðamunur á þeim. Það styrkleiki Sjálfstæðisflokksins að við erum ekkert öll eins. Nei, sem betur fer. Við komum ekkert í sama ranni. Nei. Þið eru öll sammálaðið þá þessi þrjú, þessi nokkar að frambjóðið báður eru fullhæfir til að veita fólkum fórust. Já, nú hafa. Fullkomlega algjörlega. Einhver leiti heyrist mér að þau vera að vonast til þess og það kannski ástæða fyrir það að það engin búið sér fram til varaformans. Að þegar önnur þeirra tapar þá munum bjóða sér fram til varaformans. Það er svona... Ég held reyndar að það muni, er þið ekki sammála þeir strákar, að það muni nú einhver stiga fram á næstu dögum og bjóða sér fram til varaformans? Það er hérna Jens Garðar Helgason sem að sko... Ég held að við þurfum að horfa til svona eldri kynslóðana líka í flokknum sem er að halda honum á floti. Diljá Mist er að vangja sig og Jens Garðar. Ég held við þurfum bara bæði. Já, ég held að við þurfum að höfða bara til fleiri, sko. Höfða til fleiri? Ég veit nú ekki betur en hvað var Davíð Oddsson gamall þegar hann settist í borgarstjórastólinn og Bjarni í formannstólinn? Minkaði það eitthvað fylgi í flokksins eldri kjósendur? Ég var að tala um varaformannin. Já, en minna, við höfum nú verið, ekki það ég þekki sögu flokksins ekki jafnvel og þið, svona langt aftur, hvernig aldurspili. Ég held á endanum snúist þetta einstaklingin, hvernig hann kemur fram, hvaða áherslur hann hefur, sama hvaða kyni eða aldrei hann er. Þú meina að úrslitin munu ráðast á landsfundum, ekki fyrir hann? Já, ég held það gerir það alltaf. Það er alltaf ég er búin að fara 3 landsfundi í svona smölun og kosningabaráttu þá eru svona 30% sem koma þarna alveg opinhuga og er ekkert að láta rói sér og þá, ég man 91 svo fórum í söguna þegar landsfundurinn settur á 50 degi Þorsteinn Pálsson stygur upp í pontu við minnum að vera blaðlaus að þá litum við svona ákveðin annan við sem vorum með Davíð og svo þetta er bara búið en svo bara fór þetta hægt og sígandi og í framboðsræðu Davíðs þar innsiklaðan sko sigurinn og þetta fer líka eftir því hvernig þær munu koma fram og bera sig á fundunum og ræðurnar þeirra skipta gríðarlega miklu máli og ég verð að segja það fyrir mína parta sem svona gamall íhaldshjálkur með frjálshyggju ívafi sko að þegar ég fór í salinn og hlustaði á Guðrúnu þá bara komu tár í augun því að þetta var svo akkúrat sem Sjálfstæðisflokkurinn þarf að halda bara negla. Þetta talaði til þín og þetta er það náttúrulega líka sem ég finnst bara ég vona og treysti á að þessi barátta verði málefnaleg og bara skemmtileg og ég full að trúa því og það verður bara gaman að taka þátt líka í málefnastarfinu og landsfundunum en ég er hins vegar kannski það sem hefur verið í umræðan og ég heyrði að þið voru að ræða hérna eins og á undan við viðmældur ykkar varðandi kosninga á formanni. Ég er algjörlega sammála því að mér finnst að bara sjálfstæðismenn eigi að geta kosið sér formann, ekki einhverjur útvaldir á landsfundi. Því ég var líka að segja það að við vitum það að núna fer þá landsfundurinn rosalega bara nánast allur undir formannskosninguna og málefnavinnan sem er það sem er ótrúlega skemmtilegt og ég var ótrúlega bara svo í sletti impressed á þegar ég fór á minn fyrsta landsfund hvað þetta er fólk hefði verið að tala þetta en ég var ótrúlega hrifin hvað þetta var bara vel skipulátt og málefnavinnan skemmtileg og bara allt landið þannig ég vona að málefnavinnan líði ekki fyrir það núna, hún gerði það síðast þegar var formannskosning þannig að mér finnst líka að bara allir sjálfstæðismenn eiga að geta kosið sér forystu og formann og þá er alveg hægt að binda það þá með að þú þurfir að hafa verið skráður í flokkin í einhvern x tíma hvernig sem að fólk vil gera það en ég bara, mér finnst það því við höfum líka séð það í alls konar skoðanakönnunum
að þegar að stærra mengi heldur þeir sem sitja á landsfundi og bara sjálfstæðismenn eru spurðir, þá ekkert sama niðurstaða og kemur úr því og kemur upp á kassanum á landsfundi. Þannig að mér finnst það líka bara verið anda flokksins, bara... Ég vil bara skilja ekki í því, sko, mér finnst einmitt þessi umræða bara alltaf hafa verið að koma upp hjá okkur og ég var einmitt bara að tala við í símanum á leiðinni hérna í bílnum einmitt þetta, hvernig stæði bara á því að við værum bara ekki búin að breyta þessu landsfundi Sjálfstæðisflokksins svolítið bara svona fulltrúa því það náttúrulega bara fulltrúa kemur til að þetta á fundinum og ég mun samþykkja hana að þetta verði eins og Sandra segir og einmitt þetta að það sé okkur þröskuldur af því hvað þú setur búin lengi í flokknum sko. Þetta bara eins og með prógjur, þau hafa reynst flokknum vel þau hafa gefið nýju fólki tækifæri til þess að koma og bjóða þessu fram og líka fjölgað í flokknum og líkum alveg því að þú kjósir flokkin í kosningum eftir að hafa tekið þátt í prókjöru eru mjög miklar sko. Sjálfstæðisflokkurinn hefur aldrei farið verið út úr kosningum heldur þegar hann stoppaði prókjöru núna. Mér finnst það líka bara vera mér finnst það líka landsfundur eigi bara vera opina því mér finnst bara frábært og mér finnst það sem sko svo jákvætt við umræðuna núna síðustu mánuð að mér finnst áhugi fólks hafa aukist á pólitík sem að sko skila sér í því að fólk mynda sér skoðanir sem ég held að sé bara svo frábært fyrir lýðræðið og fyrir kosningaþátttöku. Það eitt sem við bræður vonum það að eftir viku komið þær til okkar báðar Áslaug og Guðrún og ræði við okkur. Það svona Ég var að dunda með í morgun. Þá var ég að skoða að Sjálfstæðisflokkur á 41.143 atkvæði í síðustu kosningum sem að þeftu ekki gótt. Veitir hvað langt síðan hann hefur fengið sko færri atkvæði heldur þetta? Og þið getið ímyndar af fólki fjölgar hérna. Svo þetta fara aftur til 1978 til að finna færri atkvæði. Svo ég stríði ykkur nú aðeins. Það svona lyftisókn gegn verðbólgu. Ég verið að setja salt í sárin. Þetta náttúrulega rosalega niðurstaða fyrir flokkin. Já, en mér finnst við þurfum að vera fólk 78 var alveg bara viðurkenna það var hryllilegt ár fyrir okkur það bara svona alls konar ósýður í pólitíkina það má ekki viðurkenna mistök og það má ekki við þurfum bara að breyta því við þurfum bara að koma fram eins og maður gerir bara hverjum öðru vinnustað maður saga bara svítur og stutt og maður segir bara fyrirgefinu og það bara kemur ekki fyrir aftur mér finnst það góða við báða frambjóðendurnar að báðir frambjóðendurnir til formans í Sjálfstæðisflokknum hafa sest niður og sagt hvar við höfum gert mistök. Það báðar gera sig grein fyrir því hvað það að hafa kannski mismunandi áherslur á það en báðar líta framan í sína kjósendur sem að fara á landsfund út allt land og segja þetta búið að vera að þetta þarf að laga og að sjálfsögðu það markmið Sandra að taka 40% aftur Má ég að spyrja það, hvert mat ykkar? Þetta ekki svona sirka jafnstórar hreyfingar? Og ef þetta rétt sem að Jón Kristinn að segja að 30% komi kannski sér til í hvað sem og bara frammistaðan í salnum skiptir máli. Ég held að reyndar hafi verið Jón Kristinn sem held í fram að ef að Gulli hefði ekki verið fótbrotinn þá hefði hann líklega náð meira fylgi síðast. Það var við Egils. Það var við Egils sem sagði það, sem að draga þetta fram, að raunverulega það skiptir máli. Hvernig þú telur við salin og æfingin niður í Sigtúni eða í salnum í Kópavogi náttúrulega ekki æfing, það sem bara þitt fólk í salnum og það má vera ansi slæmur stjórnmálamaður sem að brillir ekki í slíkri samkomu. En þegar þú mætir og ert kannski með 40% í salnum, 40% á móti þér, eitthvað 20% annað mitt á milli, það reynir svolítið á. Já, ég kannast við þetta, ég var í MH. Þetta sé ekki búið, fólk sé ekki búið að mynda sér skoðun strax af því að það búið að maka það. Það var 300 kommunistar í MH. Sjálfstæða skoðun á því að bara kjósa eftir því sem að bara þeim finnst. Það sé ekki einhvern veginn búið að þetta liggi einhvern veginn í spilunum bara algjörlega fyrirfram. Auðvitað áformar að treysta það að fólk komi og frammistaða þeirra núna í aðdraganda landsfundar og á landsfundi skipti máli. Þú veist, fólk ekki eitthvað viljalaust verkfæri. Það heldur ekki, það er oft verið sagt Sjálfstæðisflokkinn. Hann hræddur til að berjast og feitur til að flýja. Það er ekki oft verið sagt, þetta var sagt Geir Haarde og það voru Davíðsmenn sem sagði Geir Haarde. Nei, þetta verið sagt Sjálfstæðisflokkinn í víðari skilningi. En þessar tvær kunnalega skilmást.
og það gefur mér mikla von. Maður þurfi ekki að yngjast fyrir fram að sjónvarpið þegar það er að rúlla yfir fórstumenn Sjálfstæðisflokksins að einhverju fólki. Sá tími er bara liðin. Já, við erum svona farin að endurtaka okkur aðeins, tíminn okkar er líka liðin, þetta er alveg fullt sagt. Það eru 2 sterkir frambjóðendur, öll saman að það. Já. Og sama hver sigrar að það fylgir fólk sér saman þann formann. Er ekki búin að segja það? Maður má fara í fíl í hálftíma. Ég upplýðar svolítið þannig að þegar lág fyrir hverju væru frambjóðendur, það væru 2 frambjóðendur, þá komu svona þeir sem voru ekki komið með eldmóðin í seglinn þeir komu og þetta línurnar fóru mjög mikið að skýrast fannst mér og ég vonandi að gangi bara vel, ég heyri það og ég veit að við ætlum öll að vanda okkur við það að geta staðið frá þessu kosningum hnarreist og gengið út af fundarstað samtaka eins og við gerum síðast og það er bara akkurat styrkur Sjálfstæðisflokksins að geta tekist á og eins og ég sagði þetta bara strax, það er bara fínt fyrir okkur, látum blóðið bara senna, tökum aðeins á þetta núna og svo er það bara akkurat. Já, bara flott. Þakka ykkur mikið fyrir komuna. Jón Kristín, Sandra Líf og Ásmundur. Takk. Mátt alveg segja Ásík og allir að vera að segja það. Svo allir við að sitja eftir og tala það sem þið voru að segja. Nei, við ætlum bara eins og venjulega. Tala gestina. Já, við ætlum að tala þessum íslenska pólitík með okkar nefum. Þakka ykkur mikið fyrir komuna. Takk fyrir. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is